Þannig að við útbúum bara eina línu með hliðrænum samanburðarþætti A1 og við fáum þessa svuntu hérna með þegar inngangur 7 er hærri eða jafnt og inngangur 8 þá er útgangurinn hár hérna út úr þessu hér og þá verður Q1 útgangurinn hár. Viljum við hafa það svoleiðis? Já, við viljum hafa það þannig og við prófum það, síðan getum við breytt og hérna svo kemur liður 1,4 og þá notum við samanburðun aftur og þá erum við að bera saman með tölu en allt í lagi, prófum við þetta, setjum við í gang og við tvísmöllum hér á til þess að fá þessast tvo sleða hérna og ég forstilli inngang 8 ég get haft hann eitthvað aðeins lægri eða hærri en ég get breytt tölunni hérna í til dæmis segjum bara þá 6 volt þegar ég setjum bara 6 og enter þá fer það í býta nú við fer það ekki 6 volt hérna 6 nei, það vill ekki fara í 6 volt það er skrítið það ekki bara þegar hinn neðast? Býta nú við það er eitthvað hérna eitthvað í gangi hérna hjá mér það er eitthvað skrítið að gerast hérna ég get þurrkað þetta út ég skrifa 6 og enter þá kemur hann 6.0 flott er og á meðan að spennan er lægri en 6 volt á inngangi 7 þá er útgangurinn lágur og þá er ekki grænt ljós hér leið og ég hækka þetta upp í 6 volt ég get með þess að skrifa hérna 6 volt og það er 6 hérna já, ég þarf að hérna eyða já, ég þarf að fá bendileiðin ups, það vill ekki hlýða mér jú, núna ég skrifa bara 6 hérna já, numlock var á jú, numlock svona 6 og enter og þá fæ ég hátt gildi á þetta líka ég er með á þetta báðum stöðum þess vegna væri bæði hátt á Q1 og Q2 já Hvað erum við að gera? við erum með 2 spennur við erum með 2 skynjara eða eitthvað hérna óskgildi á inngangi 8 inngangur 8 það er bara við hérna tengjum inn á inngang 8 hérna, það er hér, akkord hér inn á í staðins að vera að tengja rofa inn á inntöluna þá tengjum við einhvern skynjara sem að gefa spennu inn á inngang 8 eða þar gætum við líka verið með í rauninni bara stillimótstöðu til að stilla ákveðina spennu þar inn á já, eins og við höfum á brettinu þá erum við með 2 stillimótstöður þannig að við hérna, getum verið með við ætlum að hafa hérna, eitthvað gildi á inngangi 8 og við viljum hafa þannig að útgangurinn verður virkur ef að inngangur 7 fer upp fyrir inngang 8 þá fari kannski vifta í gangi eða eitthvað svoleiðis já, við þurfum bara sko, það kemur hérna í verkefnunum þá verður sem sagt kæling sem sagt verkefni þar sem við setjum kælingu í gang ef að hérna, hitastig fer upp fyrir eitthvað ákveðið mark að þá verður útgangurinn virkur og hann helst inni á milli þannig að það er differens þarna líka sko. þannig að útgangurinn verður virkur þangað til að búið er að kæla niður fyrir eitthvað ákveðið mark við förum í það en þetta er bara til þess að skoða hvaða möguleika höfum við þarna á þessum fyrst og þannig að við förum í raunveruleg dæmi sem við getum notað þetta í bíðið aðeins strákar og hérna fylgistu með líka síðan getum við líka verið með möguleika á því að hafa ef við slökkum á þessu þá skulum við fara aðeins yfir þessa möguleika ef að inngangur 7 er minni eða jafnt og inngangur 8 eða ef að inngangur 7 er hærri eða jafnt og einhver ákveðin tala, tölugildi sem er einhver óskgildi eða markgildi eða eitthvað slíkt og svo líka inngangur 7 er minni eða jafnt og einhver ákveðin tala og svo getum við sleppt inngangi 7 og nota inngang 8 ef inngangur 8 er hærri eða jafnt og ákveðin tala eða ef inngangur 8 er minni eða jafnt og ákveðin tala En af hverju fáum við samt bara inngang 7 og 8?
af því að þeir inngangar eru sérstaklega smíðaðir með hliðrænum rásum í stýrilegan, þessum stýrilega, skiljið. Já. Þessa innganga er líka hægt að nota sem af á. Þeir geta bæði verið spennu inngangar, stiglausir frá 0 til 10 volt eða bara 0 volt og 10 volt eða ég vil hærri spenna inn á það. Ég held að ætli sé ekki 24 volt að spenna inn á þessu. Stendur ekki 24 volt einhvers staðar á innganginum? Já. Þannig að 24 volt það er rauninni bara háttgildi og láttgildi eða þá 0 eða... Það stendur það frá 0 til 10 á stikli. Já, sko, staðla spennumerki er 0 til 10 volt. Þess vegna er það þannig í þessu. Og það er sérstök senedíóða sem passar upp á það að það fari ekki yfir 10 volt. Ok. Og svo stillum við þetta með þessum stilli mótstöðum á vélunum. Senedíóða, er það signaldíóða? Hvað segirðu? Sener? Senedíóða? Nei, signaldíóða er önnur. Senerdíóða, hún er allt öðruvísi merkt, sko, heldur en signaldíóða. Það er allt öðruvísi númerað. Og þær hafa alveg gjör ólíka notkun. Það var bara að segja ekki að það vera það. Já, þú er eitthvað miskilið, það held ég. Ég er að vona það. Því að signaldíóða, hún hleypir í gegnum sig, sko, og við setjum forspennu á hana til þess að hleypa signali, sem sagt eins og í talstöðum. En senerdíóða, hún er smíðuð þannig að hún heldur yfir sig ákveðinni spennu. Þú getur smíðað hana sem fyrir 5 volta spennu eða 12 volta spennu eða þú ferð út í búð og kaupir senerdíóðu sem er fyrir ákveðina spennu, senerspennu. Og þarna í þessum stýrilega, þar er senerdíóða sem heldur 10 volta spennu. Og restin af spennunni, af þessum 24 volta spennu, fellur yfir raðtengt viðnám inn á hana. Við sjáum það bara í rásinni á þessu. Ok. Nú prófum við þetta áfram, höldum áfram með þetta og setjum upp næsta lið. Við erum búin að prófa þetta og við getum sett þess vegna bara sett þetta í gang og með bara inngang 7 hærði ég eftir 8 því að við höfum að fara í fleiri atriði hérna. Og þegar að útgangurinn virkur, við getum sett það í tvísmetti hérna og fengið svunduna virka, ég næði ekki þetta, býtum við, tvísmetla á þetta, af hverju fæ ég ekki, já. Ítta á næststaðana til vinstri. Vinstri hann á hliðin á skjánum. Næststaðana. Já, þennan hérna. Býtum þennan. Nei, næst efsta. Næst efsta, já, alveg rétt, það er það. Já, aftur, þá fæ ég þetta alveg rétt. Það er málið. Þetta er til þess að fá stýringarnar aftur. Rétt. Takk fyrir þetta. Og þá getum við sýnt fram á það þegar að þetta er í gangi hérna. Og þá er sama spenna. Við getum haft á myndina þannig að ef það er sama spenna bæði á ég ætla að færa ljósið aðeins til hliðar hérna og þá kemur þetta svona og þá getum við tekið mynd af þessu svona snipping tool setjum við inn í verkefnið svona alveg rétt svona sko í rauninni þá ætti ég að hreinsa út neðri hlutan ég samkvæmt verkefninu þá á það ekki að vera með þannig að ég ætla bara að drífa í því ég tek bara já, A2-gæinn hann á jú, þínu tilfelli má það vera en ég ætla ekki að hafa neina fyrirmynd þannig að það sé með svona ekki í upptökunni sko því að ég er að taka þetta uppstákar fyrir þá sem að geta ekki mætt sem er út á sjó ennþá sjómennina okkar það veitir ekki af því nei, þetta kemur allt saman inn á upptökuna þú mátt ekki segja neitt ljótt hérna ok og setjum þetta í gang og þá er sama spenna hérna og þá verður útgangurinn virkur eða ef hann verður hærri þannig að við erum allavega með þetta svona ég fer inn í snipping tool og fæ nýja mynd af þessu og setjum við þá ferðu inn í view
og Displayformat. já, display format. Já. Svo vist setjum við þetta hérna, ég get minka myndina svolítið vel niður. Það að gera. Og svo förum við í lið 1.4. Þú þurfum að taka mynd af þessu svona. Ekkert endilega, það er bara skemmtilega að geta sýnt það. Endilega. Prófið að taka mynd af þessu. Á ég svo að hafa þetta ansi CSA. Já, já. Aðeins að setja á pásu hérna, upptöku. Sko, í lið 1.4 þá erum við með samanburðarþátt, hann er látið virkja útgang þegar að inngangur 7, nú notum við bara inngang 7, hann sé hærri en 6,4 volt. Getið þið ráðið þetta sjálfur? Eru þið kannski búinir að þessu? Einhver búinn að þessu bara. Og ég ætla að sjá hvað þið getið. Þá farið þið náttúrulega inn í þetta hér. En núna erum við ekkert að nota inngang 8 sko. Núna erum við bara við inngang 7 og þá er það hærri en 6,4 volt. En það reyndar líka svo að þetta verður hærri og jafnt og, skiljið. En það er allt í lagi. Hvernig ferðu þið þarna meiri, þess að flippa til þess að setja inn? Ég fæ ekki þarna meiri. Þú víktar það að þér. Já, förum bara að klára það í gegnum það, 1.4, að framkvæma það. Þá erum við með svona, inngang 7, inngöngu. Við sleppum því að nota inngang 8, setjum hann bara niður í 0 og þá er það inngangur 7, hann er hærra eða jafnt og einhver tala og þá setjum við töluna hérna inn og af því þetta er bandarískt forrit að upplægi, þá er notað decimal point, veitir hvað það er? Decimal point. Það er rauninni komman sem við köllum hérna í Evrópu. Ok? Og Ég get ekki sett kommu. nei, þið getið ekki sett kommu vegna þess að þetta er punktur. Við notum sem sagt bandarísku aðferðina, það er kallað decimal point. Sko komman er frekar notað í þúsundin og eitthvað svoleiðis. Ha? Nei, þeir þurfa að vera öðruvísi. En við skulum sleppa því og setjum hérna 6,4 þá erum við að íta á punktinn. Því við erum það vanið að segja kommu sko, það verðum að íta á punkt, 0,4 volt. Ok, þá erum við búin að setja hérna inn og þá verði ég að smetla hérna á accept. Annars breytist þetta ekki, ef ég íti á enter þá gerist ekki neitt. Kemur ekki þetta inn. Verði að smetla á accept. Ok, en það er gott mál. Þá hérna erum við þetta komið í lag og ég get prófað þetta. Og þá setjum við bara í gang og sem sagt, hvað átt þetta að gera? Samanburð þáttur látin virkja útgang þegar inngangur 7 er hærri en 6,4 volt. Það er náttúrulega hærri eða jafnt og, skiljið. Akkur logar ekki hjá þér, akkur er á rásunum hjá mér en ekki hjá... Sko, nú er ég bara með 6 volt. Ég er ekki komin upp í 6,4. Ef ég fer hérna upp í, Já. ég get með þess að hreyft hérna músarhjólið og hérna meir sé að get ég farið á örvatakkana á lyklaborðinu. Ef að músin er staðsett hérna fyrir ofan sleðan, þá get ég farið á músartakkana og lækkað niður 0,1 volt. Það er mjög þægilegt. Þannig að 6,4 volt, þá verður útgangurinn hár og Q1 verður hár og allt þar fyrir ofan. Ok, þá er 1.4 búið og við getum tekið mynd af því. Snipping tool, new og tökum mynd af þessu svona. Svona og setjum við það inn. Copy og inn í skjalið. Og það er reyndar komið hérna. Og sem sagt, þessi mynd hérna, svolítið fyndið, þetta hérna er á þýsku. Gildi 1 og gildi 2, vert 1 og vert 2 hérna. Af því að kannski hefur þetta verið þjóðverði sem bauð þetta til í upphafi. Ég gruna það. Ok, hvernig fáum við þetta fram? Ég ætla að fá þetta fram, þá tvísmellum við á A1, þá fáum við þessa mynd líka. Hvar kemur hún? Hún er eitthvað hérna, leiðilega við mig núna, eða þetta forrit. En kannski fæ þetta með því að smella núna. Nei, ok.
Ég var að prófa að smetla á hendina aftur og setja í gang og tvísmetla á æð. Kemur hann ekki upp. Ertu búin að hakka við að leila það? Í bítunum við, hvar var það? Það er og sleppir á þessu. Já. Ítur á AE. Merkja æð. Já, eða þú tvísmækir á núna og hann er niður, hakka við parameter access. Já, það er parameter access, en þá er það yfirleitt sko að á framhliðinni þá getur maður komist inn í það til þess að breyta á sko tölvunni sjálf, eða sérst á intölvun eða stýrileganum sjálfum. Já, þannig að við erum kveikt á þetta ekki. Já. Þetta á bara að leyfa það sko. Já, ég mig grunar að það sé eitthvað út á stærðinni hérna í forritinu. Ef við minnka þetta niður hérna, þá getur verið að mig grunar að það sé eitthvað svoleiðis. Ég ætla að prófa það núna. Það er eitthvað, ég hugsa að ég þurfi bara að slökkva og kveikja á forritinu aftur. Það sé komið eitthvað smá rugl í það. Ég ætla að vista þetta. Ég ætla að segja 1, 4 svona og hérna, ég ætla að loka þessu bara. Já. Glæru eitthvað námsefni sem við höfum að fara yfir fyrir þetta? Nei, við bara gerum þessi verkefni. Lærum þetta bara meðan við framkvæmum þetta. Svo setja aftur í gang, sjá hvort að það virki þá núna. Ég ætla að setja hérna þetta í gang, tvísmetla þetta, nei ég fæ þetta ekki fram, einhver þetta vegna. Sko, til dæmis með tímalið og annað slíkt, þá getur maður yfirleitt fengið það. Nema þetta, jú ég sé þetta núna, þetta fór á hinn skjáinn, auðvitað, ég bara fann það ekki. Hérna er þetta, auðvitað. Þess að gildi 1 og gildi 2, ég er búinn að fá þetta hérna fram og þá get ég sett þetta upp alveg eins og ég vildi hafa þetta. Svona. Það er hérna, með því að tvísmetla á A1. Það fer bara einhvers staðar út í horni eða einhvers staðar lengra í burtu. Eða þegar þetta er í gangi, þegar þú ert búinn að smetla á play, þú verður að setja þetta í gang fyrst, play. Já. Og þá fær þetta fram. Og til þess að færa gluggan til þá best að íta á A með vinstri og draga það til. Gott mál. Þá fáum við snipping tool á þessu þegar það að gildi 7 er hærra en 6,4 volt. Svona. Og snipping tool. Nei, hvað gerir þið núna? Svona. Nei, Það er það. ég gerir spældeg. Jú. Já, ég var bara að hugsa að hafa það með á myndinni, sko. En Þú bara mynda þessu. það er allt í lagi. Ég var bara að sýna ykkur möguleikann í þessu. Ég er ekkert að draga ykkur niður fyrir að ef þetta tekst Ég ekki. er svo þægilegt sko, ég sendi bara myndir og beint inn í skjalið að það stanna inn í skilamerkinu. Já, það er bara fínt. Það er allt í lagi. Þannig að þú veist, ég er með alla myndirna þótt ég sé að hann er töfning. Já. Ok. Býtu, þetta var sama. Já, það var sama. Þannig að ég er bara taka þetta hérna. En þessi mynd er alveg nægilega góð. Þannig að ég ætla ekki að breyta henni. Allt í lagi. Liður 1.5. Nú förum við í það. Ok. Liður 1.5. Þá förum við að ég ætla að færa þetta hér. Svona já. Og þá eigum við að láta samanburðarþáttinn kveikja á set útgangi. Þegar að inngangur 8, nú förum við yfir í inngang 8 úr 7, ef hann er hærri en 7,3 volt og slökkva með R þegar að inngangur 8 er lægri en 4,2 volt. Hvernig förum við að þessu? Er þetta ekki svona eins og kæli unit? Sem sagt að ef við getum breytt þessum spennu, bara breytum henni einfallega í gráður á Celsius, getum sagt að 7,3 volt sé 7,3 gráður á Celsius. Getum við sagt það? Já, það er enginn sem mótmælir því. Ok, ef við bara breytum þessi yfir í gráður á Celsius og að hérna, þegar að kælipressan er búin að vera í gangi og við erum búin að minnka hitastigið niður í 4,2 volt og þá slökkum við á pressunni. Er það ekki sniðugt? Ekki gera svoleiðis. Þá búum við til þennan tvístöðu regli. Þetta er bara tvístöðu reglir.
hann kveikir þegar að hitastigið inn í kæliklefaninn er orðið of hátt og slekkur þegar það er orðið nógu lágt undir 4,2 voltum. Þetta er svona mjólkurkælir, eða ekki? Flottur svoleiðis kælir. Ok, þá förum við í það og setjum hérna inn hliðræðin eingang A1. Hann á að kveikja á set útgangi, þá breyti ég þessum í set Q1 hérna þegar að hann er hærri en 7,3 volt. Ok, þá breyti ég þessu hérna í 7,3 volt hérna, inngangur, já 8, já, ekki inngangur 7 heldur, þá fer ég yfir í inngangur 8 er hærri er jafnt og 7,3 7.3 svo smelli ég á accept. Ok, síðan þarf ég að fá annan samanburða þátt hérna fyrir neðan. Þá fæ ég hérna A2 hérna er A2 og sá samanburða þáttur á að gefa hátt gildi inn á resetið þegar að inngangur 8 er lægri en 4,2 volt. Aha, svísmeti ég hér og inngangur 8 þetta er A2 inngangur 8 er minni eða jafnt og eitthvað value, þá vel ég það er næsti hérna fyrir neðan og þá set ég hérna 4.2 svona og smelli á accept. Þá er það orðið fast inni inngangur 8 minni eða jafnt og 4,2 volt og þá klára ég þetta. Hvað ger ég þá hér? Þá hef ég Q1 og reset á honum Q1 reset. Ok, náðu þið þessu? Eru þið búin að þessu? Já. Aha, þið eru snöggir. Flott. Þá ætlum ég að prófa að setja þetta í gang. Play, eða run, eða start simulation stendur hérna. Og nú er inngangur 8, hann er alveg niður í 0 hérna. Þá er eðlilegt að ég fái hérna reset á þennan hérna. Útgangurinn á að vera virkur ef ég fer upp í 7,3 volt eða ef hitastigið komið upp í 7,3 gráður. Það er ég hérna upp með hitastigið og upp í, já, það er komið upp fyrir 7,3 volt eða 7,3 gráður hérna og svo er ég með hérna difference, sjáu þið, hann er alveg frá 7,3 voltum niður í 4,2 volt, það helst inni. Svo ég kem hérna niður fyrir 7 voltinn og það helst inni, það er ennþá inni, ég er komið niður í 4,9 volt, það er ennþá inni. Þegar ég fer niður fyrir 4,2 volt, þá fer hann út. Já, það passar. Ef þetta er út strax, þá fer hann niður fyrir. Þá þurfum að stilla það betur. Allt í lagi, skoða þetta hjá þér. Já, allt í lagi að hafa þegar þessi er fyrir ofan 7,3 eða sem komið upp fyrir 7,3 og er á leiðinni niður. Það er allt í lagi. Ég seti bara mynd þar sem er komin hálfa leiðina niður. Já. En inni það er líka allt í lagi að hafa þetta með rauðri línu líka, það er allt í besta lagi. Þá tökum við snipping tool af þessu svona og skellum við þessu inn í verkefnið. Ljómandi. Snipping. Þá getum við líka sagt hérna sko að hérna fyrir neðan að þetta er tvístöðu regli sko. Tvístöðu reglir. Ok, þá er næsta, já, býtum við. Þetta var 1.5, já.
Ég hef eitthvað klúðrað hérna með hérna rauntímaklukkuna, býtu við, ætti hún ekki vera 1.6? Er það ekki 1.6 hjá ykkur? Ok, eitthvað gerst með hérna sjálfvirku hérna 1.6 svona. Þú þarft að stróka út hana, eða svo að... Já. Nei, þetta breytist þessum. Já, þetta fer eitthvað í kerfi hérna. 1.6 enter. Ok, þá þetta hérna næsta fyrir neðan er 1.7. Já, svona já. Já, þessi stýrður sko. Hann stýranlegur þessi hérna. Já, ok. Ég bara að breyta þessu hérna. Já, ég hef þurrkað þetta út. Einhvern veginn. Ok. Þetta 1.7 hérna. Svona. Ok. Heyriði. Það bara komið að rauntímaklukkunni? Ekki? Já. Ekki? Þá þurfum við bara að velja dagana. Sem sagt. Stilla rauntímaklukku þannig að hún kveiki á útgangi klukkan 7 og slökkvi aftur 7.30. Þetta ekki bara kaffikannan á morgnana? Og svo... Já, sko ég heyrði einn nemanda mjög mörgum árum að hann ræsti á morgnana einhverja ljósavél á vinnustaðan. Og hann var bara komin í gang orðin heitt þegar voru komnir upp í fjöllin þar sem þau voru að vinna sko. Þá var bara ljósavélin orðin tilbúin. Já, ok, hún bara ræst á sér, ræst á sér. Nei, þeir voru ekkert að bara á staðnum. Já, með svona stýrilega. Já, bara með, þeir akkurat voru að nota þennan. Þeir læriðu á þetta hjá mér og svo segja mér, þetta var góð hugmynd að læra þetta því að við gátum að nota þetta við ljósavélina upp í fjöllunum. Þú veist það bara á sig klukkan X og... Já, það var bara ekki að þeir koma aftur. þeir bara allt saman tilbúið þegar við komum. Þannig að það var bara forstilt. Þá förum við í klukkuna. Þannig ég var bara að spyrja stilt í 1.7. Já. Þarftu að setja nokkuð myndir ykkur einasta hluti eða? Nei. Það var bara í 1.7 aftur bara svara hennar lýsingunum hana. Nei. Já, sko, þess að hérna, það má setja lýsingu, sko, þið getið tekið mynd af hvernig táknið lítur út, skilur. Af því að X-ið sett inn, spurningamerki X, já, bara svo að þið vitið hvaða táknið fyrir hvað. Ok. Já, við erum alveg að komast í tímaleiðana, en klukkuna klárum við þá frá fyrst og við getum bara sagt þetta nýtt skjal. Langbest bara fara í nýtt skjal hérna. Þetta megið vista, þetta gamla, þarf þetta ekki endilega, en bara setja myndina inn í verkefnið og þá sjáum við þetta mynd af einhverju klukku einhvers staðar hérna, eða H hjá mér. Já, þá er mynd af klukku hjá mér hér og númer 1. Við sjáum það að við erum með 4 kamba í hverju klukku, við höfum 4 klukkur, mismunandi. Og þá veljum við frá alla virka daga. Virkir dagar eru frá mánudagum til föstudaga. Hvernig fékk ég klukkuna? Ég tvísmetti hérna fyrst til þess að fá fram þessa svuntu og svo veldi ég H-ið, stórt H, fyrir hours. Og þetta er vikuverk, já. Af því að það segir hérna stillið rauntíma klukku H þannig að hún kveiki á útgangi klukkan 7 og slökkvi klukkan 7.30 og aftur á kvöldin klukkan 18.00 og slökkvi klukkan 18.30. Alla virka daga og virkir dagar eru frá mánudögum til föstudags. Og þá stillum við þetta hérna inn, setjum bara 07 væntanlega hérna, 00. Það er nóg sennilega að setja 7, þá kemur hún sjálf með 0-ið og þá 00 hérna og til, ef við setjum bara 7 hérna
þá breytir hún því sjálf sennilega eftir þegar við smellum á accept. 7:30 og ég vil endilega hafa hérna parameter access þannig að maður geti farið og breytt þessum parametrum eða breytum framan á stýrileðanum. Já, til hamingju. Svo smelli ég hérna á accept. Já. Jú. Það er bara alltaf þegar ég er búinn að gera eitthvað þá smelli ég á accept. Svo getur farið í næstu línu. Aftur mánudag, föstudag, Já. og þá 6 til 6. Akkurat. Aftur mánudag til föstudags. Frá 18:00 til 18:30. Þetta passar sko að fá sér hérna kaffibolla eftir matinn. Ef maður er að borða eitthvað þungt kjöt í maður, geta að hressa sig svo að maður haldi sér vakandi fram að miðnætti. Fá sér kaffi. Accept. Og þá helst það inni. Maður þarf að smella á þetta hérna með músinni. Það er ekki nóg að íta á enter, þá bara hverfur þetta. Passið ykkur á því. Ok, en það sem við getum gert núna, hvað er klukkan núna? Hún er 14:39. Já, þið sjáu farið eftir hérna klukkunni í tölvunni. Hún er 14:26 hjá mér núna. Og hjá ykkur er hún kannski, er hún 14:26 líka hjá ykkur? Nú, þetta er bara, kemur frá servernum. Já, fjarstýrt allt saman. Og þá skulum við setja daginn í dag, eða, við getum sett daginn í dag, þess vegna. Hvaða dagur er í dag? Miðvikudagur? Er fimmtudagur? Þurrdagur. Já. Þurrdagur. Þurrdagur? Til þurrdags þá. Já. Þess vegna, þú ræður því. Og þá setjum við á hana að vera, sko, on-tíminn er frá, 14. Já, ég ætla að setja hérna 14. Já, ég ætla að setja hérna 14:28 hjá mér. Ég nenni ekki að bíða lengur. 14:28 og ég ætla að láta hann slökka hjá sér 14:29. Og nú verður ég að vera fljótur svo ég lendi ekki í þetta sé liðið allt saman. 29 hérna. Já, parameter access. Accept. Og setja í gang. Ég á eftir að gera allt hérna. Útgangurinn. Ég verður fljótur að þessu. Q1. Quiz, bang, búm. Og í gang. Flott. Þetta er allt saman á leiðinni. Og ég get tvísmett á þetta. Og það fóru á næsta. Já, það fóru hinn skjáin. Auðvitað. Nú færi ég þetta hérna. Hingað. Og get fylgst með þessu. Hvað er í gangi hérna? Og hérna stendur aktív. Þetta verður grænt. Ef að ég er komin hérna á þetta. Og hér sé ég rauntíman 14:27. Og þegar hún verður 14:28 þá verður það aktív. Þetta verður nefnilega í beinni útsendingu og upptöku, hugsaðu ykkur. Og þá höfum við 1 mínútu til að taka mynd með snippingtúla. Já, nákvæmlega. Og hérna er hún virk og höfum við hérna mínútu til að taka snippingtúlmynd af þessu, njú hérna og bara til að sjá þetta virki, svona. Og svo þegar mínútan er liðin, þegar er komið 14:29, þá sloknar útganginum. Þurfum ekki að taka mynd af því, eða? Nei. Og þá set ég þetta bara inn í verkefnið, hérna fyrir neðan. Og þegar klukkan er orðin 14:29, þá slekkur hún á útganginum Q1. Það er alltaf lengi verið að bíða eftir 1 mínútu að líða. Þegar maður fyrir að bíða eftir tímanum þá er hann lengi að líða. Já, komið. Þetta virkar, með sér. Já, ótrúlegt. Og þá förum við í næsta lið. Og þá sjáum við það að rauntímaklukkan hún virkar. Hún er með sem sagt 7 daga sem sagt vikuverki. Og þannig getum við stilt hvern og einn atburð eða við getum þess vegna stilt hvenær útiljósið á að vera í gangi og þið bara ykkar hugmyndaflug takmarka möguleikann í þessu.
Svo þá það næsti liður hérna fyrir neðan, það 1.7, við erum að forrita tímalega. Setjið þið upp þetta hérna, ég ætla að setja pásu á meðan. Merkin það með T og T1 R. Já. Áttur hvað við höfum það? Þannig að X-in þannig á spurningum ekki X og ekki hvað Það var time base. Switch function og já, time base og það. Hvernig setur hvað? TT. Sko, já, sem sagt, allt í lagi, hérna ef það þá inngangur, við útganginn, þá ertu með sem sagt T hér og þar TT og 1, skilur við. Og svo smettum við bara asset hérna og svo færðu snertu úr timernum og það kontakt hérna, já, en coil útgangurinn, sko, já. Þannig að þá gerum við þetta svona og það fer út á Q1 hérna. Ég á eftir að breyta eftir línunni, þið vitið af því. En það inngangun í þremur, þá stilla tíma þar eða? En sko, hérna áttu að vera reset, ég með þetta á vitlausum stað og þið setjið tíman hérna inn í sekúndum. 5 sekúndur, þá setjum við bara til dæmis 0,5 eða bara 5 og ítum svo bara á accept hérna. Og þetta sett inn og það merkt við sekúndur hérna efst uppi og þá smellum við bara accept og þá það komið 5 sekúndur hérna inn í þetta og parameter access hérna og allt í góðu lagi. Og þá alveg sama hvort við smellum á útganginn eða tvísmellum á tímaleiða snertuna, þá fáum við alltaf sömu upplýsingarnar, hérna eru 5 sekúndur á þessu hér. Myndin mín innri, hún röng þá? Í verkefninu. Þessi mynd hérna, kemur eitthvað fram hérna? Nei, ég á eftir að laga myndina hjá mér hérna. Já. Þetta allt í rugli hjá mér hér. Já. Ég set hérna í 1. Hvað segir það? Í 1 hérna, sem ég ætla að virkja inn á tímaleiðan hérna. Ég með að vitlausum stað hérna hjá mér, T1, og þar er ég búinn að setja inn tíman. Og svo frá snertunni, kemur hérna niðri, en hérna annar inngangur, I2, sem ég ætla að nota til þess að resetta tímaleiðan. Þetta eiginlega aldrei notað, bara til þess að sýna einhver möguleikana í þessu. Að það sé hægt að resetta tímaleiðan. Það RT1 hérna, SF hérna, og svo hef ég bara venjulegan útgang og hann þá bara Q1 og þá það svona alveg eins og ég hafði í verkefninu. Og við skulum bara merkja það líka eitthvað. Hérna skulum við setja inn sem sagt 5 sekúndur, 5 sek á tímalega, þá kemur á tímalega snertuna og allstaðar þar sem að T1 merktur. Og við getum kallað þetta bara inngangur eða þessuna bara rofi. Já, býtum við, já, rofi. Og útgangurinn það útgangur. Bara til þess að merkja þetta eitthvað. Hvernig gerum við þetta? Einhver hörnir sem Hægri smellir á það og enter coil eitthvað? Já, þú hægri smellir á viðkomandi inngang eða útgang og fer næst neðst hérna. það kemur bara ekki fyrir daginn. Já, einmitt. Þá ferðu í View og Display Format og hakar við Display Comment. Þar getur maður valið hvort þetta kemur fram eða ekki. Það er best alltaf að sýna þetta. Já, ég talaði það sem sagt, sérstaklega þegar þetta er aðeins stærri verkefni og það sem að fyrirmyndin sérstaklega sýnd með einhverjum merkingum að til dæmis eins og í stjörnuþrýstsæsingunni í bráðum þá alltaf merkt þá stjörnutími og segulreiði fyrir höfur og svoleiðis.
Ekki endilega í þessu verkefni, nei. Ég bara sýni ykkur þetta til þess að undirbúa okkur fyrir þetta. Þeir sem eru búinir með þetta þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu. Og við getum kallað þennan rofa hérna þessuna reset. Eða endursetning. Endursetning. Já, en ég er ekkert að draga ykkur niður fyrir í þessu verkefni þó að þetta vanti. Ok, hérna prófum við þetta og þá þarf ég að breyta þessum rofa hjá mér. Hann er ekki nógu góður, hann þarf að haldast inni. Þessi, já, býtu, jú, I1, hann helst inni, ok. I2, já, hann er fín, hérna, það er bara þrýstirofi. Það fær maður áttur í þessa töflu. Efst hérna uppi, til vinstri, í þessu lista. Ok. Og Hvernig ónur? Breytir ykkur inn í henni? nei, ég breytti ekki inn vegna þess að ég var með af á rofa hérna efst uppi. Já, ok. Já, svo þrýstirofa hérna normally open. Það var næstur. Og hinn er ég ekkert að nota, sko. Þannig að ég ætla að prófa þetta. Nú hérna held ég, já, og hérna getum við skoðað talninguna. Tvísmetlum á útganginn og þá kemur upp svona gluggi og getum við séð. Hérna er set point, hann er 5 sekundur og svo sé ég þegar að actual value er að breytast. Smellið inn rofanum og fylgist með tímanum líða. Þegar að hann er komin upp í 5 sekundur þá verður snertan úr útganginum virk og gefur samband út á kúið. Þau eru að snippa þetta á þessum 5 sekúndum eða? Snippa þetta í 3,1 sekundur. Nei. Já, hérna, það er alltaf að taka mynd af þessu bara svona. Já, hérna er snipping tool og segi nýtt hérna. Og þá fæ ég hérna mynd af þessu hér. Já, með þessu hérna inni líka. Ljósið er inni, Q1 og copy hérna. Þá get ég sett þetta hérna fyrir neðan. Þetta er í gangi. Þetta er 1.7 eða? Þetta er 1.7, já. Passar það ekki? Er það ekki sammála því? Við erum búin að vera að númera þessi verkefni upp. Eða við erum ekki búin að breyta því. En við förum bara aðeins yfir hérna, lýsinguna á virkninni. Og áður við förum í teljaran hérna. Það er síðast í hlutin af þessu verkefni og við náum við að klára þetta verkefni í þessum tíma. Frábært. Sem sagt, skulum fara yfir þetta. On delayed, hvað þýðir það? Það þýðir, þetta er set in tímaliði. Skrifum það hérna inn. Set in tímaliði. Já, þið eru að svara þessu spurningum eða lýsa þessu. Lýstu virkni. Ég ætla að breyta þessu yfir í hérna yfir í bláan lit, var það ekki þessi hérna, þessi frægi blái litur, ég held að. Ok, set in tímaliði og hér getum við sagt að þessi set in tímaliði, hann sé með, hvernig getum við orðað þetta? Já, Handahófskendum tíma. já, þakka þér fyrir. Með handahófskendum tíma. Frábært. Síðan kemur single pulse eða monoflop og hann er í rauninni, ég ætla bara að fá hérna litina hérna á þetta aftur, hann er sem sagt, já, hann gefur einn púls. Við höfum stundum kallað þetta sem sagt snöggmerki ef þetta er í stuttan tíma. Við höfum oft notað þetta sem snöggmerki. Þetta getur verið snöggmerki eða púls með innstilltum tíma.
því að ef hann er snöggmerki þá er bara stuttur tími á merkinu. Þessi tími getur verið 1 mínúta, 1 klukkustund eða eitthvað, skiljið. Það getur verið mjög mismunandi. Ok. Síðan kemur off delayed timer og það er hvað vitum off delayed? Hvað er hann? Þið tókuðu þetta í rafmagnsfræði 2. Þið tókuðu þar seinni tímalega, tengdu hann upp og prófaðu hann. Það var funksjón 11 og mér minnir að það hefði funksjón, hvað var það, 12 eða var það funksjón, mér minnir að það hefði verið funksjón 12, frekar heldur en 21, sem að var hinn gerðin, þessi með hérna, þessi svarta, það er seitt út, ok, seitt út tímaliði og sem sagt síðast, næsti hérna, það er seitt út tímaliði með hérna, handahófskendum tíma. Og það er eftir að setja hérna fyrir hlutan hér og þetta er seitt út tímaliði með handahófskendum tíma. Svona. Jú, reyndar. Seitt út tímaliði með handahófskendum tíma. Þetta nú við, var ekki flashing, svo getum við kallað þetta púlsgjafi. Nú hérna vantar mér litin á þetta. Púlsgjafi. En, já, púlsgjafi. Stundum kallað hérna klukkupúls, en það er ekkert alltaf klukkupúls. Það er stundum kallað klukkupúls. Ok, þá erum við búin að svara þessu. Hérna við getum auðvitað tekið hérna hvert merki fyrir sig og sett það inn. Nei, það er algjör óþarfi, en þið vitið hvað er það ekki? Hvað segir um það? Hérna, seitt út, það er svona kassi. Og sett hann hérna, þá hérna fyrir neðan, byttum við, off delayed, getur haft hann hérna fyrir neðan, myndina. Já, það fyrir hann næstu blaðsíðu. Það passar, svona. Og sjáu þið hérna, þetta er monoflop, þið getið dundað ykkur við þetta. Það var bara svona dæmi. Þetta hérna er púlsgjafi, getur verið snöggmerki. Hvað er ég með hann? Lítum við, snöggmerki eða púls með innstillum tíma. Já, það er hérna, svona, hann lítur út svona. Ok, hitt ráðið þið við. Og flashing púls, það er einfallega þetta hér. Ok. Svona. Copy. Í 1.8 er það að hérna forrita bara sjálfan hérna á borðinu? Þú ert Jóhann Djúskast. 1.8? Já, hérna við erum komin í 1.8. Já, þetta er, já, við vorum í lið 1.7 og við erum komin í 1.8 hérna. Þetta er bara, af því að þetta er eitthvað ruglast hérna hjá mér. 1.8, það er forritaðu teljara, þetta er teljari sko. Þá setjum við inn þetta hérna, stigaritt, aðeins að minnka þetta svo við sjáum allt stigarittið einu og textan líka og látum teljaran virkja ytri útgang. Og þetta hérna, væri gott að gera líka framan á vélinni. Þegar við erum búin að gera þetta allt saman í forritinu, þá var gott að gera þetta í vélinni sjálfri. Ég getur kannski byrja næsta tíma á því að klára að gera það í vélinni, í stýriliðanum. Og byrja að slá þetta inn, eða? En setjum þetta hérna inn í
sem sagt forritið fyrst. Já, Og bara gera new eða? já, færi bara í new. Ég ætla að hafa þetta sem hérna tímaliði. Hvað á setpointi að vera á tímalegum? Eða maður síninu eða niðri? Já, setjum það kannski bara upp í svona 10 skipti, segi ég hérna. 10. Við höfum enga stund af því. New. Það er inngangur 1. C stendur fyrir counter og það finnum við C hérna og C1 er útgangurinn og setjum inn 10 hérna, skipti. Setpoint er 10 skipti, accept og parametrar hérna. Svo setjum ég inngang 2. Hvað fæ ég inn? Ó, ok, já, heyrðu. Já, ég er búinn að frista forritið á mér. Það var ágætt. Not responding. Ég slökk bara á því. Á að vera 10 líka í C1D. Já, það verður það, af því að það fylgir bara númerinn á honum. Já, ég var óþörnumóður og nú sjáðu það að ég fristi forritið vegna þess að ég var alltaf að tvísmella á því. Og hérna, ég tek það algjörlega á mig sjálfan. Ég fer til þess að þegar þetta kemur upp, þá farið þið í Task Manager, Ctrl Alt Delete og fer í Task Manager hérna Drive. og smelli á hérna Picosoft sem er not responding. Ég ætla að sýna það hérna og vonandi lifði upptakan þetta af og hérna smetla á End Task. Get ég útskýrt CDR. Já. Sem sagt D stendur fyrir talningar átt. Það er direction á ensku. Í hvaða áttina við erum að telja, hvort við erum að telja upp eða niður. Ef það er lágt gildi þá er hann að telja upp, ef það er hátt gildi þá teljum við niður. R-ið er bara reset og C er bara talningar ingangurinn. Komið? Já, ok, þannig að þú kveikir á þessu. Já, þá vil ég að... Þegar þú vilt að kerfið telur alltaf þegar kemur merki á C, Nei, ingangu 1, já, inn á C, já. þá setur merki á D fyrst. Nei, það er bara 0 þar, sko. Það er lágt gildi þar. En þá telur hann alltaf þegar merki verður lágt eftir á það. Prófum þetta bara. Ég ætla að ræsa forritið aftur. Já, ég sem bara að læra á þetta eftir og sjá hvernig þetta virkar. Og þá hlýtur að svara spurningunni hvernig þetta virkar. Sem sagt, inngangur 1 og útgangurinn hérna er teljara C1. Teljara útgangurinn, getur við sagt. Og inngangur 2, jú, ég get sett það líka á snertuna. Og líka á D-ið. Hérna set ég talningar áttina, ég set hérna C og þegar D sé hérna, ég get sett 10 hérna, ekkert mál. Og ít á Enter, þá gerist ekki neitt. Ok, þá set ég C hérna, D sé, af því ég glemdi að velja númerið, set ég 1 hérna, svo set ég 10 hérna og þá er ég að smetla á Accept og þá helst það inni. Ég glemdi að setja númerið 1 hérna. Ok, næsta lína. Já, já. Já, það skiptir ekki máli hvar þú setur það. Bara einhvers staðar á C1, þá helst það inni fyrir allt. Næsti er E3, það er Reset. Og ég get látið að heita Reset þess vegna, ef ég vil. Og hérna kemur C, Reset og 1. Og þá kemur sjálfkrafa 10 hérna. Og ég smelli bara Accept líka hérna. Ekkert mál. Svo fæ ég snertuna C, sjáðu kontakt hérna. C1. Þá kemur 10 sjálfkrafa. Og kannski þarf ég ekki endilega að smetla aftur á Accept, það ætti ekki að þurfa. Q1 útgangur hérna, bara venjulegan útgang.
Það þurfum við ekki að eiga eitthvað snertuna núna þarna. Þessi hérna? Nei, hún er bara hérna. Þetta er bara, Nei, hérna efsta gluggan þarna á túlbarnum vinstra megin. Næstur hún. þessi hérna? Já. Já, það er betra, alveg rétt hjá þér, það er betra að hafa þetta normally open þrýstirofa. Svo við þurfum ekki að smetla tvisasinnum á hann til þess að fá talningu á einu skipti þetta inn. Við erum alveg með niður í 4 núna. Sem er ok. Já, ok. Og smetlum á play hérna, plug and pray, Yeah. eins og við gerum í gamla daga. Þegar við vorum plug and pray, þegar við vorum með hérna, nýju kortin sem voru plug and pray. Og hétu plug and play frá framleiðandanum, en voru í rauninni plug and pray. Þið veitir hvað það þýðir? Já, já. Vonandi virkar þetta. Ha. Hvernig fækstu þetta, þennan klukka? Ég tvísmelti á C1. Bara einhvers staðar á C, sko. Þá fæ ég annarkoð snertuna, útganginn eða einhvers staðar á C1. Þá kemur þessi, sem sagt, fyrir talninguna, set point er 10 og nú smelli ég hérna á þrýstirofan og þá fæ ég 1. Hver fæ ég ekki 1? Af því að þrýsturinn er inni, halló, hann stendur hérna á resetinu hjá mér. Ég þarf að laga það. Þetta gengur ekki. Ég verð að fara hérna efst uppi til að laga rofana. Ég hef þetta bara allt saman á normally open þrýstirofi. Nema talningaringangurinn, hann þarf að vera af á rofi, I2. Hann þarf að vera lengst til hægri. Til þess að ég geti valið það hvort ég er að telja upp eða niður. Smelli á OK. Svo seti ég í gang. Og ég tel upp hérna, af því að það er 0 inn á talningaráttina, direction áttin, þess að 0 þar, þá er ég komið með 1 í gluggan, ég ætla að fá aftur gluggan og næja hann hérna. Hann fór yfir á hins skjáinn. Svona, sko, ég kom með 1, svo fæ ég 2 og svo framvegis. Ef ég komið upp í 5, svo 6, komið 7, 1 gallaður hlutur inn á bandið, þá vil ég draga frá. Þá ætla ég að setja hérna inn frádráttinn. Og ég smelli bara aftur á sama innganginn hérna, en þá telur hann niður, sjáðu þið. 1 gallaður hlutur, annar gallaður hlutur, þá telur hann niður. Og svo kemur heill hlutur, allt í góðu lagi með hann. Þá kemur 0 hérna á inngang 2, direction. Þá held ég áfram að telja upp. Og svo held ég áfram, kom upp í 9, kom upp í 10, hvað gerist þá? Útgangurinn Q1 verður virkur. Ef að koma fleiri hlutir, þá helst áfram að telja. Ég er komin upp í 13, 14, 15. Þá getið þið líka talið niður. Inngangurinn verður hár á talningar 8 ára inngangurinn. Svo tel ég áfram inn á sama innganginn. En sumir teljarar hafa sér inngang fyrir niðurtalningu. Þannig teljara höfum við í Control Expert forritinu sem við lærum á. Kannski í lok þessa áfanga eða í næsta áfanga. Allavega í síðasta lagi í næsta áfanga. Hvernig virkar það nummer 4? Númer 4. Er hann eitthvað í gangi? Ég er ekki með inngang 4. Nei, ég er ekki að nota hann. Allt í lagi. Og hérna ég tel niður og hvað gerist þegar ég komið niður í 10? Gerist nokkuð þá? Þá er útgangurinn ennþá hár. Ef ég fer niður fyrir 10, hvað gerist þá? Útgangurinn hérna Q1, hann slokknar á hann. Sjáðu þið? Já, ég get talið niður fyrir hann. Þannig að þá verður útgangurinn lágur. Þannig að nú sjáum við hvernig við getum notað þennan. Það er bara snipping núna? Já, bara snipping. Hvað viltu að við snippum? Ég vil að þið snippið 10. En sem komin upp í 10, standi hérna 10, 10. Ég vil líka að þið fáið 10 í áfanganum. Það er líka ástæða fyrir að ég vil hafa þetta 10. Ok, þá fer ég í snipping tool hérna. New. Og þá vel ég þetta allt saman. Svona. Svona, ok. Já, heyriði, væri ekki sniðugt að gefa þessu nafn líka? Já, heyriði. Hérna, við smöllum á að stoppa hérna. Við segjum hérna talningar, inngangur eða eitthvað slags. Hérna og í 1. Talningar, inngangur, það er ekki gott orð.
nema hann kemst ekki fyrir. Inn G, talningar inn, vantar G-ið. Ok, talningar inn, ég sáttur við það. Alltaf eitthvað sem heitir inn. Það er inn í dag. Og svo setjum ég á útganginn hérna, teljari 1. Þetta er, hann kemur, sjáu þið, allstaðar það sem að C1 er merktur, sjáu þið, hvað þetta er þægilegt? Teljari 1. Ég segi bara teljari 1 af því að það er C1, skiljið. Það er counter 1. Allstaðar það sem að snertan er og allir útgangarnir mismunandi, allstaðar kemur teljari 1. Og svo kemur hérna talningar 8 á I2. Það er alveg briljant. Talningar 8. Talningar á. Át. Erum við að borða? Við komum matur hérna. Ok. Vantar 1 T í það. Og síðan hérna endursetning á I3. Það var að snippa þetta með. Ég er búinn að taka myndina að það og skrifa það. Nei, það þarf ekki. Ég ætla bara að gefa ykkur hugmynd það. Það þarf ekkert. Endursetning. Ég gera það með næsta hóp. Á næstu önn. Q1 bara Það má bara skila eitt að útgangur. Já, Q1 er bara útgangur. Já, þá eru þið búnir með 1A, þá getum við skilað í inn. Þess vegna. En þá er það bara að æfa okkur á að gera þetta á sjálfar vélarnar, á stýriliðana. Það er útgangur. Sjá, hvað gerist núna? Svona. Ég var líka búinn að taka snipping tool mynd af þessu. Ég hef líka gert það aftur. Þess vegna. Svona. Og þá skulum við endilega prófa þetta á hérna á stýriliðanum. Þarna var þetta í gangi og hérna er þetta ekki í gangi. Ok, vista. Strákar, endilega vista skjölin áður en sendið það inn. Ég er farin að taka eftir því sko að þó að skjalið sé opið og þá getum við hérna skilað skjalinu. Þó að sé opið í Word, þá getum við skilað því samt. Þetta var ekki hægt að gera í gamla daga sko. Nei. Þá var tíðin önnur. Það var önnur tíð. Það var þátíð. Jæja, sleppum öllum gamni og slökkum á upptökunni.